Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, það hefur legið niðri nokkra hríð hjá okkur að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Hann hefur nú sannlega verið rauðaborðinu og hlustendum og áhorfendum samstöðurinnar betri en enginn með alls konar greiningum, ekki síst hvað var það alþjóðastjórnmál og það eru margt að ræða. Og ef mér skepplast ekki Hilmar Þór á línunni. Heyrirðu í mér? Já, þú heyrir í mér. Góðan dag, vel í þér. Góðan dag, sæll og blessaður. Mér langar að byrja á því að spyrja þig spurningar sem heimurinn hefur verið að reyna að finna svör við undanfarið, varðar Íransstríðið. Hvers vegna sýnist þér að Trump hafi ráðist í þetta verk ásamt Ísrael? Og það alveg ljóst að Netanyahu hefur dreymt mjög lengi að veikja Íran mjög mikið og raunverulega vill hann vera umkringdur ríkjum sem eru mjög veik. Til dæmis hann hefur alltaf stutt Kúrda, þannig verið hægt að kljúa Íran, Írak, Sýrland og Tyrkland. Og hann vill vera umkringdur veikum ríkjum og Íran frekar sterkt land, það er búin að vera viðskiptaþvinganir í áratugi, þetta er 90 milljóna manna, við 90 milljónir manna og þetta er land sem er 1,6 miljón ferkilometra risastórt af 16 sinnum stærri en Ísland og Netanyahu hefur sennilega talað hann til. Ég var til að hlusta á fyrirverandi yfirmann CIA, leyniþjónustu Bandaríkjanna, John Brennan og hann taldi til dæmis og margir í leyniþjónustu Bandaríkjanna taldi að það hefði ekki stafað nein ógn af Íran til skamms tíma litið, sem var kallað imminent threat. Það var engin ógn sem stafaði af Íran en Netanyahu hefur dreymt þetta mjög lengi að veikja Íran, því Íran náttúrulega er stórt land í samanburði við Ísrael og þannig að Trump hefur átt að tala sig til í þetta. Hann hefur hins vegar ekki hugsað, fyrst að hann hefur ekki nýtt sér leyniþjónustu upplýsingar það að það sem að leyniþjónustu taldi í Bandaríkjunum það væri ekki raunverulega mikil hætta á að Íran væri ógn til skamstíma allavega við Ísrael og hvað þá Bandaríkin var ekki raunverulega ógn og hann ákveður að fara í þetta stríð og það virðist hann hafi metið að þannig að hann geti bara þetta verið bara svo Venesúela það sem hann fór í stríð sem stóð bara yfir í einhvern skamman tíma, hann rændi leiðtoganum og svo fór hann í burtu, reyndar hélt stjórnin bara áfram, bara við varaforseti tók við. Síðan var hann með árás á Nígeríu sem var stutt árás og svo var hann með árás á Húthís í Jemen og slíkar árásir sem hefur gert, sem hafi verið skammar og hann eins og hann hafi haldið það hann geti gert loftárás á Íran sem stæði yfir í skamman tíma og það myndi leiða til stjórnarskipti, það er að segja fólki sem að náttúrulega stjórnin, ég er enginn aðdáandi þessar klekkrastjórnar, hún náttúrulega á sína andstæðinga, að haldi það og hvatti Trump fór almenning í Íran til að gera byltingu gegn ríkjandi stjórnvöldum. Það hins vegar gerðist ekki og stjórnvöld eru alveg, það er búið að drepa fullt af fólki, leiðtoga Íran og núverandi leiðtogi Íran í þeirri stöðu og hann missti konuna sína í árás Ísrael og Bandaríkjanna, hann misti son sinn, hann misti báða foreldra sína. Þannig að það er alltaf mikil heift í þessu núna og Íran vill greinilega bara halda stríðinu áfram. En það er allavega þannig að hann hafi metið það að þetta tæki skamman tíma að bara ganga frá Íran og fá stjórnarskipti og það hefur líka verið þetta viðhorf að það sé ef að okkur líkar ekki við ríkjandi stjórnvöld þá sé hægt að koma á vestrænu lýðræði með loftárásum. En reynslan sýnir það alveg að loftárásir og jafnvel styrjaldur á landi eins og í Afganistan svo í 20 ár að þær skil ekki þeim árangri og ég er ekki að fara að tala fyrir stjórnina í Íran eins og ég sé aðdáandi hennar en þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt að svo stórt land eins og Bandaríkin gera þetta í ljósi sögunar að þeir hafa gert svo mörg mistök áður og núna er umræðan á að fara að senda landher í landið til þess að ná fram stjórnarskipti með einhverju slíku sem náttúrulega væri alveg skelfilegt að við gera það hafandi í huga að Íran er bæði helmingi fjölmennara og meirinn helmingi stærra heldur en Afganistan það sem var 20 ára stríðið sem heimsluta sem endaði með tapi Bandaríkjanna þannig að hluta af þessu svo að það er ekki verið að nýta leyniþjónustuupplýsingar almennilega og líka það að það er ekki gerð nein plön og hugmyndin með það að það sé hægt að gera þetta á einhverjum nokkrum dögum og knýja fram stjórnarskipti, það hefur mistekist. Þannig að Bandaríkin er í dag í mjög miklu vanda gagnvart þessu máli. En hvað segir við þá sem að halda því fram að
þetta stríð snúist bara olíuhagsmuni Bandaríkjamanna og þá Ísraela? Auðvitað skiptir það máli, ég myndi ekki segja að það væri bara það, en það skiptir miklu máli náttúrulega líka í þessu máli. Það líka að tala að sko, Netanyahu vill veikja Íran, hann vill eyðileggja kjarnorkuprógrammið sem þeir eru með sem þeir segja sig í friðsamlegum tilgangi, en hann vill gera út af við það og hann vill hætta að framleiða eldflaugar, banna þeim það. Og þannig að Ísrael er drifkrafturinn á bakvið þetta, þeim stendur ákveðin ógn af því að Íran að framleiða mikið af drónum og framleiða mikið af eldflaugum. Þeir eru að þróa kjarnorkuprógram og líka það auðvitað vita þeir það sennilega, sko, að það ekkert hægt fyrir að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnorkuvopnum í einhvern tíma, sko. Vegna þess að þeir eru búin að verða fyrir svo mörgum árásum og meira þess að árásum að meðan þeir hafa verið að semja frið og þessum stjórnvöld tala Þannig að þeir hafa miklu meiri hvata nú til að koma sér upp kjarnorkuvopnum til þess að losna við þessa stöðugu árásir. Þannig að sko auðvitað olía hluti af þessu. Þetta er bæði stríð sem að snýst sem átök sem styrjöld, en síðan er þetta líka efnahagsstríð. Að Íranir geta eins og það hafa gert lokað Hormúzsundið eða Strait of Hormuz og lokað þannig á 20% af öllum olíu- og gasflutningi til heimsins. Og það er líka annað í þessu að það er ekki bara olía og gas sem fer hérna í gegn, heldur eru þetta áburður, stór hluta áburði heimsins kemur hérna í gegn, þannig að þetta mun hafa áhrif á matvælaframleiðslu allan heim. Þetta mun leiða til hækkun á matvælaverði, það fyrir mikið álvatna í gegn og svo er náttúrulega olíu og gasi sem er búið að því að það er orðið skelfilegt ástand á mörkuðum, það er bæði skortur á olíu og síðan eru verðin komin upp í skýin, sko, þannig að ofboðslega há, þannig að sko Íranir hafa ofboðslega tök að geta lokað Strait of Hormuz og það er raunverulega engin auðveld leið fyrir Bandaríkin að ná að opna hann með valdi og það er það sem það virðist ekki hafa verið hugsað mikið það. Þannig að Bandaríkin hafa engin sko góð spil á hendi til að ná fram sko með því að stigmagna stríðu. Hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að senda skip inn í Persaflóann? Býð eftir að þau voru skotin niður, þau voru sögt. Hvað ætlar að gera næst? Þið get ekki opnað Strait of Hormuz og þar að ekki getur Íran fyllt, hvað mines er kallað á íslensku, það kallað tundurdurp, þeir geta fyllt Persaflóann eða Strait of Hormuz af sprengingum sem eru ódýrar, sem því það verður ekki hægt að fara í gegnum Persaflóann. Skipafélög mun ekki gera það, tryggingafélög mun ekki tryggja neitt þarna og skipafélög mun ekki taka neitt sens á því að fara í gegnum olíuskip, í gegnum flóa sem er búið að fylla á tundurduflum eða sprengjum sem að síðan eyðileggja þessi skip og svona framvegis. Þannig að maður sér ekki neina sko einfalda lausna og svo eru samningar líka í gangi eða Trump talar það sem Íran reyndar talar ekki og möguleikarnir á vopnahléi og friðarsamningum eru mjög litlir, þannig að það er svo svakalega mikið, ber svo mikið á milli aðila. Já. En hvernig skýrir það, Hilmar Þór, að við höfum vanist því kallar á okkar aldri að Bandaríkjaforseti sé valdamestur maður heims, þeir hafa verið drottnarar alheimsins í ákveðnum skilningi. Hvernig skýrir það að Trump sé aftan í ossi Netanyahus og að það séu Ísraelar sem að leiði hernaðar aðgerðir Bandaríkjamanna ef rétt er það sem þú nefndir áðan? Já, það með velta fyrir sig sko, Trump fór í kosningar á því kjörorðið að það væri America first. En svo er spurningi hvort það sé Trump first eða hvort það sé raunverulega Ísrael first. Það búa eitthvað 7 milljónir gyðinga í Ísrael. Og svo búa 7 milljónir gyðinga í Bandaríkjunum. Og það er eitthvað sem heitir kallað Ísraeli lobby, það eru þrýstihópar sem eru gríðarlega sterkir í Bandaríkjunum. Gyðingarnir eru mjög sterkir, þeir eru mjög gáða fólk, margt vel menntað, eins og þú veist. Þeir eru sterkir í fjármálageiranum, þeir eru sterkir í háskólanum og þeir eru með þrýstihópa sem að þrýsta á þingið. Og ég man bara ekki Jimmy Carter sagði eftir að hann hætti þessu forseti að ef að þú ert í Bandaríkjaþingi og eftir að setja það á móti Ísrael í Bandaríkjunum, það þarf ekki að búast við því að ná endurkjöri. Það er mörgum tilvikum þannig, þetta Ísrael lobby, þessi þrýstihópar fara í gegn viðkomandi menni, þannig að það byrja ásakað viðkomandi fyrir að vera gyðingahattara
Þannig að þeir eru mjög valdamiklir, þannig að Bandaríkin raunverulega eru bara stundum eins og verkfæri í Ísrael, það kemur þannig fyrir sjónir. Þannig að maður hefði myndi hugsa hvernig stendur á þessu, en það eru þarna mikli valdaaðilar og sem hafa þarna áhrif, og svo náttúrulega líka að Trump lætur tala sig í þetta. Joe Biden til dæmis fór ekki í þessa aðgerð sem og vildi gera það hann var forseti eða fyrir forseta. Þeir hafa haldið sér til hlés og ekki vilja fara út í þetta. En Trump ákvað að fara út í þetta. Það náttúrulega var hrikaleg mistök og gegn leyniþjónustu Bandaríkjanna, sem allavega mörgum leyniþjónustuaðilum, sérfræðingum, að vera ekki og það veri engin auðvelt leið að vinna þetta stríð. Og núna eru Íranir, þeir telja sig vera að vinna þetta stríð. Þeir segja við Bandaríkin, ef við ætlum að semja, þá þurfum við fyrsta lagi að fara með allar þessar herstöðvar sem eru með í Katar og Sádi-Arabíu og Kúveit og Íran, allt í burtu með þetta allt saman, allar þessar herstöðvar sem eru út allt, bara í kringum Persaflóann, fara með þetta í burtu. Þið þurfum að borga stríðsskaðabætur sem eru gríðarlega stórar upphæðir og þið þurfum að aflétta öllum viðskiptaþvingunum. Og það óhugsandi að Bandaríkin geti orðið við þessu. Bandaríkin, Trump segir við þá, þið þurfum að hætta allir kjarnorkuprógramminu, skila þessu úrræni sem þið eru með, það sem er búið að auðga. Þið þurfum að hætta að framleiða eldflaugar og gerir þannig kröfur til þeirra að þetta minnir svolítið eins og Úkraínu. Það er verið að tala um friðarsamning eða vopnalega friðarsamninga, en það er svo mikill munur á kröfum aðilana að það er ekki nokkur leið ég sé ekki nokkra leið að semja. Þetta er sama þar að því leyti þar er kröfurnar milli Rússlands og Úkraínu svo miklar. Nú skilst mér að Bandaríkjamenn séu búin að senda 15 punkta. Þetta minnir á þetta samkomulag hafa gert eitthvað 20 punkta samkomulag fyrir Gazasvæðið og svo hefur verið að reyna að búa til eitthvað 20 punkta fyrir Úkraínu sem ekki hefur gengið og svo núna hefur verið eitthvað 15 punktar samninga viðræður við út af Íran sem að eins og segja það sem ég veit mér í samkomulagi eitthvað sem mjög ólíklegt að gangi og þess vegna líklegast að stríðið haldi áfram því miður því þetta náttúrulega hefur ekki bara afleiðingar á Bandaríkin og Íran og Ísrael, þetta hefur áhrif á allan heiminn, flutningskostnað og í orkumálum og áburði, áli og þetta hefur margþætt, þetta getur komið á stað heimskreppu, þetta er gríðarlega mikið vandamál ef þetta dregst á langinn, en þarna fara menn í gang með eitthvað sem þeir halda sér að ljúka bara á skömmum tíma með uppreisn í Íran, en það gengur ekki. Og svo líka ef þú ert að gera loftárás á Íran, stöðva loftárásir, að þó að það séu andstæðingar stjórnvöld í Íran eigi sér andstæðinga að ef það verður að gera árásir á almenning í landinu sem almenningu verður fyrir, þannig að það eru líka aðilar sem eru andstæðingar stjórnvöldu sem verða fyrir miklu tjóni áfalli og þá endar með því að stór hluti kannski þjóðarinnar verður bara fylgir stjórnvöldum, jafnvel þó þessi ekki ánægð með stjórnvöld, bara því þau sameinast í því að reyna að stöðva þessar endalausu loftárásir sem eru á Íran. Já. Ertu til í smá fótnótu að skreppa hingað heim eitt andartak áður við förum aftur út, þú nefnir að þarna getur verið heimskreppa, þú nefnir hækkun áburðarverðs, olíuna, við Íslendingar eru svona byrjaðar að finna aðeins fyrir þessu en sem sagt, sérðu fyrir þér að vöruverð hér gæti hækkað verulega og ertu maður til þess að meta viðbrögð stjórnvalda og Seðlabankans hér í tengslum við stöðuna sem upp er? Þú sér að Seðlabankinn byrjar að hækka stýrivexti aftur og við erum alveg galopið hagkerfi og við erum að flytja eiginlega allt inn sem við erum með, færum bara framleiðum bara tiltölu, við erum bara með fáar stoðir í útflutningi og sem sterkar stoðir. Og við erum eitthvað 70% af verkli landsframleiðslu er útflutningur, við erum með mjög stóran útflutningsgeira, við erum galopið hagkerfi og þannig að það mun hafa strax áhrif á okkur því að olían náttúrulega er notuð í svo marga hluti, þá mun verð hækka í kringum okkur, það mun hafa áhrif á okkur. Það sem mildar aðeins áhrifin hjá okkur er það að við húshitun á Íslandi er 99% eða eitthvað jafnviti og við framleiðum okkar rafmagn sjálf
við þurfum ekki að hita okkar hús með gasi. Til dæmis þegar Úkraínustríðið hófst og það var mikil og viðskiptabann á Rússland, þá hækkaði verðbólga mjög mikið í Evrópu, meginlandi Evrópu. Verðlag hækkaði, verðbólga á tímabili var miklu mun hærri á meginlandi Evrópu heldur en á Íslandi. Ísland var með einhverja lægstu verðbólgu á evrópska efnahagssvæðinu í Evrópu á tímabili þegar Úkraínustríðið hófst af því að við erum ekki að kaupa gas til úthlutunar olíu, en samt varðandi vöruverð, innfluttar vörur, sjálfsögðu mun það hafa áhrif á okkur og það mun hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja. Ímyndaðir eins og flugfélög eins og Icelandair og slíkir aðilar, það mun hafa mikil áhrif og hættan svo líka að það þurfi Seðlabankinn að halda áfram að hækka vexti og það hætt á því að koma upp það sem kreppu verðbólga. Það sem þú stendur frammi fyrir því sem kallað stagnation á ensku, að þýðir það að þú ert í þeirri stöðu að atvinnuleysi og verðbólga hætta á sama tíma. Já. Það mjög slæm staða, það mjög erfitt að stýrist, erfitt með hagstjórn þegar þú ert með bæði, atvinnuleysi er að vaxa af því að þjóðarframleiðslan er að draga saman og svo er verðbólgan að aukast á sama tíma. Já. Þannig að ef þetta heldur áfram, þá myndi þetta hafa mikil áhrif á okkur og við erum núna með yfir 8% atvinnuleysi sem er mikið fyrir Ísland og við erum með verðbólgu sem var síðast mælt eitthvað yfir 5% og við erum með eiginlega engan hagvöxt. Þannig að við erum strax farin að sjá að Ísland að við erum ekki í góðri stöðu, alls ekki. En hins vegar þá eins og sé það hefur mildandi áhrif, til dæmis ef við tökum Eystrasaltsríkin, eitthvað svoleiðis sem að kynda með gasið eitthvað í slík lönd, þau lenda alveg sérlega illa því og Evrópusambandið lendir náttúrulega mjög illa og sér að Evrópusambandið tók þá stefnu í Úkraínustríðinu semja ekki neitt, tala ekki við Pútín, semja ekki neitt, bara sigra, Úkraína fengi bara réttu vopnum myndi sigra stríð á vígvellinum og það verður bara gert á skömmum tíma því það hefði svo fullkomin vopn og það gerist ekki og svo þá er komið viðskiptabann á Rússland, þá er ekkert að kaupa gas og olíu frá Rússlandi nema að geta Indlandið eitthvað og á mjög háum verðum eins og hefur verið að gera. Evrópa hefur verið að gera það, kaupa rándýra rússnesku olíu í Indland. Þannig nú bara viðskiptaþvingana hvað mikið vitleysa í því. En allavega núna eða bætist við að Persaflóin lokast líka og Rússland lokast, að þá náttúrulega er þetta skelfileg staða, enda var forsætisráðherra Belgíu nýlega að tala um það að það þyrfti að fara að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússland og semja við Rússland einfaldlega því hann sér bara fram á það að Persaflóin er lokaður og svo er líka Rússland lokað, þá bara verður staðan óþolandi fyrir Evrópu og meginlandi Evrópu. Ég held ég hafi rekið augun í færslu hjá þér á Facebook vegna þess að þú varst að nefna núna að þið grunaði að tunna motor oil made in Germany innihéldi rússneska olíu sem hafi farið frá Rússlandi til Indlands og svo til Þýskalands og komið þaðan til Íslands, að þannig séu alþjóðaviðskipti stunduð á tímum refsi aðgerða. Ertu nokkuð viss í þinni sök hvað þetta varðar eða er þetta bara svona spurning sem þú varpar til umhugsunar? Þetta er bæði grín og alvara, en það sem þú sér það gerðist bara mjög fljótlega. Ég kommenti fyrir neðan þessari færslu í Facebook, þá hafði ég línurit sem sýndi Kína og Indland hvað að kaupa mikið af olíu frá Rússlandi. Og Kína var að kaupa mjög mikið. Og Kína náttúrulega, Kínverjar og Rússar eru í mjög nánu samstarfi. Það er kallað partnership without limits. Að Indverjar voru að kaupa sáralitla olíu, Úkraína, það verður allsherjar árásin í Úkraínu í febrúar 2022. Svo eitthvað svona apríl, og þá tekur bara olíuinnflutningur stökk innandi og svo fara Indverjar yfir það að kaupa mun meira olíu af Rússlandi heldur en Kína. Og það og er gríðarlega, þetta er landið upp á 1,5 milljón manna eitthvað það bil, en þeir flytja þetta líka út til Evrópu, flytja mjög mikið út af þessu og Evrópa hefur að kaupa frá þeim á miklu hærra verði, þannig að þessar viðskiptaþvinganir framkvæma allar svona skrýtna hluti og það er mjög líklegt að Þýskaland er iðnríki, stærsta hagkerfi við Evrópusambandsins, að þeir séu að kaupa þessa olíu frá Indlandi, gegnum Indland og þannig verður hún miklu dýrari. En það hefur orku verið hækkað svo mikið að Þýskaland er í miklum vanda. Ég meina, Þýskaland
sko, ég er ekki aðdáandi Pútín eða Rússlands, ég ætla að taka það fram, en eitt af þess að hann gerði Þýskaland, samkeppnislega gagnvart Kína í iðnaði var það að þeir voru að fá ódýra olíu og gas frá Rússlandi. Og þú hefur heyrt þessi Nord Stream 2-greiðsluna sem var sprengt, eyðileg, sem er á milli Rússlands og Þýskalands. Hún átti að skapa samkeppnishæfni fá ódýrt gas inn í Þýskaland. Og hún var eyðileg. Þannig að sko, þú sér það sko, Þýskaland sem er frekar há laun, það sem er velferðarkerfi og dýrt í rekstri, dýrt að reka þetta og þeir eru eldast, þannig að þeir eru verið þyngra og þyngra fyrir þá. Þeir eru með miklar eftirreynaskuldbingar í verulega slæmri efnahagsstöðu og engin hagvöxtur. Þegar þeir líka þurfa að fara að kaupa orku innan hjá sér á rándýru verði, þá bara getur orðið algjört hrun hjá þeim. Þannig að staðan er mjög erfið og líka þegar þetta gerist yfir Persaflóan og bætist ofan á það, þá líst mér ekki á blikun og ég hef svona verið gagnrýnt þessa hugmynd varðandi sko samskipti við Rússland. Auðvitað eru þeir erfiðir í samskiptum og allt það, en að útiloka að tala við þá held ég séu mistök, vegna þess að við erum bara komið með þannig stöðu núna og Evrópa vill ekki koma nálægt þessu stríði í sko, þú veist að Trump talar að hann vilji fá bara Evrópu á fullum þunga inn í stríðið í Íran og Evrópu leiðtogarnir draga lappirnar skiljanlega að því bæði þetta óvinsælt heima fyrir og það ekkert ljóst hvað á að gera, hvernig á að leysa þetta, það liggur ekkert fyrir en auðvitað sjá þeir fyrir sér bara mikinn samdrátt og jafnvel heimskreppu ef þetta heldur svona áfram og svo það líka hugmyndin hjá Trumpi sko að nota NATO í alls konar snatt sko, NATO náttúrulega þannig að það artikel 5 garantí, þess að 5. greinina ef það ráðist á eitt NATO-ríki að þá eiga hinn að bregðast við og Trump talar að Evrópuleiðtogar hafi sýnið mikið vanþakklæti gagnvart Bandaríkjunum en það staðreyndin er svo að þessi artikel 5 grein hún aðeins einu sinni verið virkjuð og það þegar tvíburastöðvarnir í New York voru sprengtir og í Bandaríkjunum og þá var stríð við Afganistan og þá var Evrópa mjög mikið í því máli að hjálpa Trump en núna náttúrulega með þetta stríð núna það var ekki gerðin árás á Bandaríkin eða Ísrael og alls engin árás og leyniþjónusta Bandaríkjanna þessi leyniþjónusta sem ég að hlusta á heyri þeir segja hafi ekki verið raunverulega hætta á ferðum þannig að sko þetta mjög slæmt mál og maður sér ekki alveg hvernig á að leysa þetta. Svo annað í þessu máli og það það að það alveg rétt að Bandaríkin hafa ákveðna tæknilega yfirburði varðandi vopnaframleiðslu. Þeir framleiða svokallaðar Patriot missiles sem geta skotið niður með mikilli nákvæmni eldflaugar og dróna. En stykkið af þessu kostar kannski frá 4 milljónir stykkið og þeir framleiða að þessum eldflugum bara 600 á ári. Það sem hefur gerst í þessu stríði núna það að það eru komnir það eru komin vopn sem eru framleitt í gríðarmiklu magni sem eru ódýr, þá þetta mikið drónar sem að vera að framleiða og svo líka það sem kallar ballistic missile sem er eldflaugar að drónar kostar kannski 20-40.000 stykkið. Og það verið að nota eldflaugar sem eru til í takmörkuðu magni í Bandaríkjunum sem eru mjög tæknilega fullkomnar en bara í mjög takmörkuðu magni til að skjóta niður dróna og dróni kostar kannski, segjum $20,000-30,000 en á meðan að það verið að nota vopn sem kostar kannski $4 milljónir til að skjóta þetta niður. Og það þýðir það að fátækt landi svo Íran hefur yfirburði í þessu stríði. Það er svo auðvelt að tæma vopnabúr Bandaríkjanna og Ísrael og ég held að það það sem Íranir eru að gera. Það sem ég var hissa á því þegar að stríði stóði yfir 12 daga stríði stóði yfir í júní, alltaf var stríði í júní milli Ísrael og Íran og þá komu Bandaríkin inn í 1 dag en þetta var milli Íran og Ísrael þá að Íranir skildu hætta þá því þeir voru fattin að ná að skjóta meira og meira inn í Ísrael því Ísraelir voru að vera búnir með eldflaugarnar. Og ég held að það sem Íranir eru að hugsa núna að þeir ætla sér að halda áfram. Það er reyndar búið að sökkva þeirra sjóherra miklu leyti og það hefur verið mikið tjón í landinu en það er líka svo mikið reiði og getur ímyndað með leiðtogann sem er búin að missa konuna sína, son sinn og foreldra sína. Það er ekki mikið goodwill eða mikið hlýr hugur
hjá honum í garð bandarískra stjórnvalda. Þess vegna halda þeir áfram að skjóta ódýrum eldflaugum og senda dróna á Ísrael í vonum að það tæmist vopnabúrið og þeir geti valdið enn meira tjóni þar. Og ég sagði þessar 600 eldflaugur sem Bandaríkin geta framleitt á ári og þeir eru að reyna að auka það framleiðslugetu, það bara tekur tíma. Að sko, mér skilst að Rússland sé að framleiða 1000 dróna á dag. Og við sjáum bara árásirnar á Úkraínu er að aukast og vera herðast og herðast. Að þeir eru bara að framleiða 1000 á dag. Þannig að þess að maður sér í þessu stríði það að Rússland er ekki hagkerfi í samaburði við bandaríska hagkerfi, bara brota hagkerfi, rússneska hagkerfi, bara brota bandaríska hagkerfi. Og Ísrael Ísrael er Írland en lítið, en ég meina lönd eins og Íran og Rússland geta valdið svona miklu tjóni með þessu. Þú líka sást ekki hvað Putin gerði þegar hann fór til Norður Kóreu og keypti nokkru vöruhúsa, vöruhús full af ykkur ódýru drasli þar til að skjóta á Úkraínu, og þá er hann sem að gera, hann er að tæma vopnabirgðirnar, þessi fullkomnu vopn sem Evrópabandalagið hafa verið að senda til Úkraínu. Þetta er tæmt með því að nota eldflaugar, mjög ódýrar og sem að kannski eru dömm, eins og sagt er að þetta er ekki stýriflaugar, það er bara að fara eitthvað en það verður að skjóta allt niður. Og það er það sem við erum að sjá, þetta er algjörlega breytt staða. Þannig að það sem þú varst að segja, Bandaríkin eru ábáslega ríkt land og þau valda mikill forseti og allt það. En þarna ég held að Íranir telja núna að þeir sé að vinna þetta stríð. Þeir bara hreinlega hafa magnið svo mikið sem þeir hafa og framleiðslugetan á þessum ódýru hlutum er svo mikil að þeir telja tíminn sé með sér. Þess vegna, þó að Trump segja að þeir séu desperate, að þeir séu ægilega slæmir í stöðu, að þá setja Íranir alveg ábáslega harðar kröfur fyrir því að stöðva stríðið. Ef þeir væri að meta að þeir vera að tapa stríðinu, þá myndu þeir setja minni kröfur, en að setja kröfur eins og það allar herstuðar Bandaríkjanna í miðausturlöndum burt með þær, skaðabætur fyrir öllu tjónin sem orðið hefur, aflétta öllum viðskiptaþvingunum, við vitum að því það verður ekkert samið. En nú kannastu við þá umræðu að Íslendingar séu staddir í breyttri heimsmynd og maður talar hér við borgarlegt fólk sem segist munaðarlaust einhvern veginn í því hvert við höfði okkar að halla í öryggis- og varnarlegu tilliti. Og þú bendir á það áðan að Trump er náttúrulega að reyna að etja Evrópuríkjum út í þetta Íransstríð og þau móast við. Í morgun þá segir utanríkisráðherra að viljum við lenda á milli stórveldisblokka sem er að toga heiminn í óútreiknanlegar áttir. Þegar fílarnir dansa er ekki gott að vera gras. Og þessu ummæli féllu á opnum fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun og tengist pælingunni framtíð Íslendinga innan ESB, þjóðar atkvæðisgreiðsluna í ágúst. Hún er sem sagt farin að tefla fram þessum rökum utanríkisráðherra Íslendinga að ein og sér verði við fótum tróðinn og endum sem sölnað lauf eða visnað gras. Þú Evrópa á einhverjum flekaskilum eða vatnaskil þar, við vitum ekki alveg hvernig Evrópulöndin muni þróast í hernaðarlegu tilliti. Vilt þú leggja mat á það þennan daginn, hvort öryggishagsmunum Íslendinga væri teflt í voða með aðild að ESB eða hvort þeim væri betur borgið eða hvort umræðan þessi mál á heima í pælingum okkar þjóðar framhald viðræðna í ágúst? Já, þetta er mjög áhugavert að sem þú segja þarna og ég er algjörlega ósammála utanríkisráðherra algjörlega í þessu máli, eða sem þú segja ég hlustaði ekki á þetta en ég trú alveg því sem þú segir. Sko það er alveg ljóst að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna. Bandaríkin, það er þetta hafsvæðið milli Grænlands og Íslands og Bretlands, það sem að kalla GI-UK gap, er eitthvað sem Bandaríkin verða, ef það ætla að verja Norður-Ameríku, þá verða þær að ráða yfir þessu hafsvæði. Og sá sem að ræður yfir Íslandi hefur Ísland í sinni varnarlínu og hefur sér varnarmál Íslands, hefur mikil völd á Norður-Atlantshafi. Mjög mikil völd og þetta vita Bandaríkin alveg. Þess vegna hafa þær aldrei viljað sleppa Íslandi
og við erum í NATO, það Bandaríkin höfðu frumkvæði því á sínum tíma við kæmum inn í NATO í 1949 og þó að við værum ekki með her, þó að þá endi utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson hefði efasemdir að við getum verið við NATO því við höfum ekki her, við gátum ekki brugðist við 5. grein NATO því við höfum ekki her. Þá var það alveg ljóst og svo varnarsamningurinn 51. Þannig að við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna. Rússar hafa aldrei heldur litið á það Ísland sé á þeirra áhrifasvæði, hafa aldrei skipt sér á okkar málum með þess að þeir ferðu út landhelgina, þá fóru þeir, ekki sem Bretar sendu, NATO-ríki sendi sjóherinn á okkur, þeir fóru bara og ég held að Kínverjar líti líka á það, við erum ekkert á áhrifasvæði Kína heldur, við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna, þannig að við erum ekki og halda það einhver lönd í Evrópu svo Norðurlöndin komi að verja okkur í stríði. Ég bara sé það ekki. Ég meina, þegar við vorum að berjast fyrir okkar efnahagslega sjálfstæði út af landhelginni, við færðum hann á 74 árum úr 3 mílum í 200. Norðurlöndin stóðu aldrei neitt sérstaklega með okkur. Það voru aðalega Bandaríki sem hefur reynda að miðla málum milli okkar og Bretlands að þeir vildu hafa sæmilega sátt að við verðum ekki að rífast alltaf í NATO út af þessu máli eða hóta að segja upp varnarsamningu sem var gert. En ekki núna gjörbreyttir tímar í þessu? Við erum smáriki. Nei, ég bara veltaði fyrir mér... Já, þeir eru gjörbreyttir að því leyti... Já, gjörðu svo vel. Já, að því leyti að Bandaríkin voru með eina heimsmynd og það voru stofnanir sem þeir setta fót sem við erum aðilar eins og Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, NATO, Evrópusambandið, eru stofnanir sem voru settar af fót sem af Vesturlöndum sem eru ennþá mikilvægar og G7, en svo Kína að setja á fót sínar eigin stofnanir sem eru BRICS, New Development Bank sem banki sem þeir eru að setja upp sem í Kína, sem með svipað tæki og Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Asian Infrastructure Investment Bank, það er Belt and Road, Belt og Braut sem að Kínverjar vildu að við tækjum þátt í en Bandaríkjum að bönnu okkur að taka þátt í. Það eru Shanghai Cooperation Organization og fleira. Þannig að og svo eru Rússar með stofnanir sem raunverulega eru undir heimsmynd Kína. Það komið tvöföld heimsmynd. Trump, Bandaríkjaforseti, sem við erum í samstarfið og sendi Pence, við ætlum að fara í Belt og Braut 2019. Við ætlum að fara að tala við Kínverja þegar við vorum með hugmyndir jafnvel Höfn á Austurfjörðum og eitthvað. Þá sendi Trump, Pence, varaforseti hingað til að segja okkur, thank you very much, þið farið ekkert að gera þetta. Thank you for not doing that. Það var alveg skýrt skilaboð. Engar hafnir frá öðru stórveldi á Íslandi, ekkert sem geti verið að búa til að vera að breyta því einhvers konar, þegar út með höfn, þá er þetta að sigla herskipum inn í hana. Og einhverja framkvæmdir á vegum Kínverja sem verið að nota sem að hernaðartengda eða hernaðartengda innviði, það er bara út á borðinu. Það myndi vera stoppað af og það var stoppað alveg eins og skot. Ég veit að þetta er ekki þægilegur heimur, en við eigum enga kosti að vera, ef við verum land sem svona middle power, þá getum við verið að dansa á milli stórveldana, en við erum bara á þessu svæði sem að Bandaríkin líta á sitt áhrifasvæði. Þeir hafa aldrei skipt sér mjög mikið á okkar innanríkismálum, okkar skattkerfi eða velferðarkerfi eða neitt slíkt, en þeir hafa skipt sér á okkar öryggismálum og það raunverulega vegna þess að við erum með varnarsamning við þá og ef að þeir telja við sem að gera eitthvað sem að ógna öryggi Íslands, þá verðum við að hlusta á það og stjórnvöld vita það og gera það. En ég sé ekki hvernig, og það er líka annað, að Donald Trump sem forseti Bandaríkjanna, hann hefur sagt að Evrópusambandið hafi verið stofnað til að screw the United States. Hann lítur mjög neikvæðum augum á Evrópusambandið. Hann lítur á Evrópusambandið sem óvinsinn. Gáða því, hann gerir það. Hann talar NATO sé obsolete, sé úreltstofnun og hann gefur það í skinn núna að hann myndi ekkert endilega verja NATO-ríkið eða verið ráðist á því þau hafi ekki hjálpað sér í Íran. Og þannig að fyrir okkur og þannig að Evrópa, ef að það verður ráðist á Evrópu, þá vitum við ekki raunverulega hvort að Bandaríkin koma og bregðast við því. Þau eru að draga herafla frá Austur-Evrópu og Mið-Evrópu og þau ætla að minnka sína viðveru, þau vilja komast til Kína. Þau vilja komast til Austur-Asíu, þannig að aðalógnin við Bandaríkin í heiminum í dag er Austur-Asía. Og það sem þeir lendi í stríð, það er stríð í Úkraínu sem er búið að taka mikið toll og mikið tíma og svo bætist stríð á Miðausturlöndum sem veikir Bandaríkin. En ég get ekki séð hvernig
Evrópa allar að verja okkur. Við erum náttúrulega á sameiginlegu markaði Evrópusambandsins. Við erum eiginlega allir okkar utanríkisviðskipti, langmest okkar utanríkisviðskiptum eru á sameiginlega markaði Evrópusambandsins. Og Bandaríkin hafa aldrei sagt við okkur að við verðum að skipta aðalega við þá af því við séum með í varnarbandalagi með þá. Og þeir hafa verið að þó það sé ekki margir hermenn á Keflavíkurflugvelli, einhver 100, að þá hefur verið unnið að því að styrkja innviðina þarna. Og það sem að ef þú ert lítill, þá þarf að halda því í fjarlægð frá fílnum, sko. Halda því í fjarlægð. Og líka annað, að þú ert ekki að sparka í aðra fíla. Þú ferð ekki að loka sendiráð í Rússlandi. Utanríkisráðuneytið, það er grundvallar misskilningur hjá utanríkisráðuneytinu að halda það sé sterkur leikur á tímum átaka að loka sendiráð. Það sendiráð eru aldrei mikilvægari heldur en á tímum átaka, halda upp í línum og við eigum að forðast öll leiðindu átök við Rússland, þann fíl og fílinn í austri sem er Kína, öll átök en að halda stöðugu sambandi við Bandaríkin. Varðandi Evrópusambandi, þannig að þetta eru 27 þjóðríki og þau eru háð Bandaríkjunum í öryggismál, þau eru logandi hrædd. Ef við tökum leiðtoga Þýskalands, Ítalíu, Bretlands og Frakklands, spurningi sem þeir spyrja sig er hugsun sem öryggismál, ef við verðum fyrir áhrif frá Rússlandi, munu Bandaríkjunum koma eða munir ekki koma. Og þeir hafa óttast þetta mjög mikið. Og ef það í stríð á meginlandi Evrópu, hverjar eru líkurnar á því að það myndi koma her frá Evrópu til að verja okkur? Ég held að sé mjög lága líkur. Einhvern tíma sá ég það var loftrýmisgæsla frá Svíþjóð. Sendi ykkur orðstötu sem í loftrýmisgæslu. Ef það ráðast á Ísland, það fyrsta sem þessar þotur myndi gera væri að fljúga beina leið til Svíþjóðar og koma ekki tilbaka. Þessi lönd eru öll í þeirri stöðu að þau getur, ég var línuleiðin til Asíu, kom við í Oslo og talaði við aðila sem fjallum öryggismál Norðmanna, sem ofboðslega langt land, eins og þú veist, og ofboðslega erfitt að verja og þeir sögðu með öllum þeim vopnum sem þeir hafa keypt, og þetta er mjög ríkt land, eins og þú veist. Þeir getur varið Noreg bara í nokkra daga. Hverja verður líkurnar á því að þeir fara að koma til Íslands? Það er enga líkur á því. Þannig ég sé ekki að Evrópusambandið, eitt sem ef við göngum í Evrópusambandið, þá mun það pirra Washington. Það mun pirra Washington, það er alveg ljóst. Og sérstaklega meðan Donald Trump er forseti. Ég held að muni ekki hjálpa okkur mikið í öryggismálum. Ég sé ekki fyrir mig hvernig það á að vera. En við eigum að leggja áherslu á góð samskipti við Evrópusambandið og vera í miklu viðskiptum við þá, og það er sjálfsagt að halda samráðsfundi með þeim. En ég er á móti því að þegar utanríkisráðherra Íslands, því utanríkisráðherra Íslands fyrir líka með varnarmál, er að fara á fundi og samþykkja vopnakaup og slíka hluti. Við eigum ekki til að vera hluta þeim baka. Við getum aðstoðað ýmsan hátt. En ég er á móti því og ég held að sé að það að fara að afskrifa Bandaríkin þó Donald Trump sé forseti, hann hefur ekkert gert á hluti Íslands ennþá. Eina sem hann gerði á fyrra kjörtímabili var að segja okkur þið farið ekki í belt og braut með Kína. Það er eina sem hann hefur gert. Og það hefur unnið að því, og það sem ég held að stjórnvöld að gera, þau eiga að halda fram að vinna að byggja upp innviði á Keflavíkurflugvelli. En ég sé ekki, ætlum við að fara í átök við Bandaríkin út af því að við viljum ekki meiri samskipti við þá, ætlum við að fara að segja upp varnarsamningum, að fara úr NATO, eða hvað ætlum við að gera? Ætlum við að fara að gera eitthvað sem pirrar þá, ég veit ekki, ég held að við séum staðan, ég er ekki að segja staðan hjá séu góð, en það sem þú ert lítið, þá ertu að lágmarka tjón. Og lágmarka tjónið er það að vera að halda í þetta varnarsamstarf við Bandaríkin og vera í NATO. Reyndar held ég að NATO sé að veikjast mjög mikið. Það er mjög óljóst hvort að NATO er raunverulega, hvað staða NATO er, því að þegar aðalandið sem er driffjörinn á bakvið NATO og stofnaði NATO segir að þeir með ég vil ekkert gera eða þeir ráðast á NATO-ríki, þá er það ekkert góð staða. En þá erum við eftir með þennan tvíhliða varnarsamning. Og ég held að sé yfirvöld í Washington, í Pentagon og í Hvíta Húsinu gera sér alveg grein fyrir því ef það er alltaf stjórna Norður-Atlantshafi, þá verða þær að vera á Íslandi. Og þú sér líka annað, ég er að tala áhrifasvæði, það er ekkert gaman málið að stórveldin skuli skipta heimnum eins og köku á milli sín hver áhrifasvæði hvers, en þannig er það. Sjálf eins og þegar að Trump er að tala að kaupa eða taka Grænland með hervaldi. Heyrður mikil mótmæli frá Peking eða frá Moskvu? Nei. Þeim finnst þetta bara komið ekki við. Þetta er bara svæði Bandaríkjanna. Þetta hugsa svona, því miður.
Þetta sko alþjóðasamskipti og stórveldasamskipti miskunnarlaus, algjörlega miskunnarlaus. Og þannig að við erum að hafa það í huga. Hins vegar hef ég aldrei heyrt að Bandaríkin telji sig eiga neitt á Íslandi, þeir hafa nánast ótakmarkaðan aðgang að því sem þeir þurfa. Þeir hafa byggt upp mikla innviði sem að við eigum, sem að þeir byggðu, Keflavíkurflugvöllur var byggður af þeim, Helguvíkurhöfn var byggður af þeim og svo framvegis sem við eigum í dag. Þannig að þeir hafa ekki aldrei sagt að við viljum kaupa Ísland eða við viljum komast til valda á Íslandi, þá held ég að þeir áttu sig á því að Norður-Atlantshafi, ef þeir ætla að verja Norður-Ameríku og hafa áhrif á Norður-Atlantshafi, þá þarf Ísland að vera í þeirra pakka. Og ég held að Rússland hugsa líka áhrifasvæðin. Þeir líta á Finnland og Eystrasaltsríkin og öll þessi löndin Úkraínu sem á sínu áhrifasvæði og þeir vilja hafa áhrif þar. Og þú sér bara hvernig hörmungarnar í Úkraínu. Og þú sér hvað ég var að kenna í Ríga nýlega og kennt þar í 20 ár. Fólk logandi hrætt við innrás eða einhvers konar árásir á landi. Og þú getur ímyndað með Finnland með 1300 km landamæri við Rússland. Þannig að sko, ég ekki að segja að staðan sé góð, en ef að utanríkisráðherra Íslands heldur að það sé, ég veit ekki, kannski, að því þú hlustar á hvað að segja, halda það að það myndi auka okkar öryggi að vera einhvers konar samstarfi við Evrópusambandið. Ég hef ekki að nefna það að utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins talar að brjóta Rússland upp í smáríki og með mjög ögrandi sem brot á alþjóðalögum. Evrópusambandið tala alþjóðalög. Og brot á alþjóðalögum, að ögra Rússlandi með þeim hætti. Og svo talar, sem hún er frá Íslandi, og svo talar skal ég segja þér, þessum fyrir varnarmálin, hann er frá Litáen, Evrópusambandið, hann talar að stofna sameiginlegan her. Ég get ekki ímyndað mér ef við ferum í Evrópusambandið að Ísland, þó 49, við fengum undan þá í NATO og Bandaríkin sagði, ok, þið eru þá mikilvæg svæði fyrir okkur og framlag ykkar er þetta að við fáum aðgang á þessu svæði og þeir hafa aldrei beðið neitt meira heldur en það. Og að við fáum undan þá, ég held að það myndi Evrópusambandið myndi stofna sameiginlegan her sem verður að tala ég veit hvort það verður að því, en allavega það sem þeir með varnarmál Evrópusambandsins talar að það sem Commissioner for Defense, að það eigi að stofna sameiginlegan her og öll lönd muni þá leggja í það púk, hermenn. Og ég ekki viss að sé mikið stemning á Íslandi að fara í slíka hluti, að við fyrir að stofna her og kaupa vopn og fara að senda, og svo ef það verða átök einhvers staðar, að þá fyrir við að senda íslensk ungmenni á vígvöllin hingað og þangað til Íran eða Afganistan að hvað það er. Ég held að sé ekki mikið stemning fyrir því. Danir hafa gert þetta og Eystrasaltsríkin, en ég sé ekki fyrir mér Íslendingar séu að fara að samþykkja slíka hluti. Þannig að sko, hvernig á Evrópusambandið að auka okkar öryggi sé ég ekki. Svo er þetta 27 þjóðríki sem eru með mismunandi áherslu, það eru oft hver hönd upp á móti annarri. Það er líka slæmt efnahagsástand, sum lönd eru alveg stærstu lönd eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa algjörlega tökin á sinni ríkisfjármálum og þetta eru stærstu löndin. Þannig að ég held að sko að sé þegar að forystumenn Evrópusambandsins koma hingað í heimsókn, þá er að taka vel á móti þeim. Við erum að fara til Brussel og tala við þá og allt það. En eða að fara að leysa öryggismál Íslands með Evrópusambandið, það held ég að sé fjarri lagi. Því að álfan er ekki stakk búin til að vera sér sjálf. Og það er auki, því ekki tekið sérstaklega vel í Bandaríkjunum. Og líka þetta að ég sé ekki hvernig við fengjum undanþágu frá Evrópu frá því að taka þátt í sameiginlegum her. Ég á erfitt með ímynda mér það, kannski getur utanríkisráðherra eitthvað sagt um það, ég veit það ekki. En vegna ófyrirsjáanleikans hjá forseta Bandaríkjanna þá að þú varst að tala um Grænland, sumir hafa einmitt litið til þess að áhugi Trumps á að taka Grænland fyrir nokkrum mánuðum. Það hafi verið til marks að honum geti líka dottið að taka Ísland og þá hafa sumir haldið því fram að sem sagt við höfum sterkari stöðu með því að vera fullgildir aðildar að ESB og þú náttúrulega kannast við þessa umræðu að þjóðir sem áður voru friðarþjóðir og hafi ekki þurft að taka þátt í stríði, þær þurfi núna að fara að búa sig undir breytta tíma. Geta það ekki líka verið rök fyrir aðild að ESB að ófyrirsjáanlegt það er sem Bandaríkjaforseti er að hugsa og framkvæma eða með öðrum orðum stafar okkur meiri eða minni
hætta af innrás Bandaríkjanna gagnvart Íslandi utan eða innan ESB? Sko, af hverju ætti hann að fara að gera innrás í Íslandi? Þess að Bandaríkin hafa allan aðgang á Íslandi ef þeir meta öryggis ástæðum að það sé eitthvað þá hafa þær allar heimildir til þess að taka yfir allt sem þeir vilja. Er þá stór munur á Grænlandi og Íslandi? Er þá stór munur á Grænlandi og Íslandi í þessum efnum? Hvað var það þeirra sjónarhól? Sko, það sem við erum að horfa á í þessum í Grænlandi, þú veist hvernig það er hlýnun jarðar að leiða til þess að það er að opna siglingaleiðir og það er að opnast aðgangur að auðlindum og það er svo kallað East Passage að West Passage, það er leiðir sem eftir að sigla með strönd Rússlands frá Asíu niður til Evrópu og Norður-Ameríku og svo er svo kallað West Passage sem er eftir strönd Alaska, Kanada og Grænlands. Og þeim megin sem Rússlandir hafa áttist að gríðarlega mikla fjárfestingar í höfnum, uppskipunarhöfnum og alls konar hernaðar innviðum. Það eru komin fljótandi kjarnorkuver, þannig að það er mikið að gerast Rússlands megin. Það er ekki bara Rússland, heldur líka Kína er með þeim í þessu. Og Kínverjar eru farin að vinna með Rússlandi vegna þess að í Norðurskautsráðinu eru 7 lönd og öllir eru í NATO nema Rússland. Það eru 8, 7 þeirra eru í NATO og Rússland er 1. Og þá taka þeir Kínverjana með sér til þess að styrkja sig. Og það eru miklar fjárfestingar. Hinum megin er mjög lítið af fjárfestingum og ekki sem ég best veit, neinar almennilegar hafnir. Og það er vegna þess að þú ert með Alaska, þar eru Bandaríkin og svo er mjög stórt svæði sem er undir Kanada sem hafa hvorki, sko, Kanada er bara 1/8 hækkar í Bandaríkina. Þær hafa hvorki getu né vilja til að fjárfesta mikið í innviðum. Og svo er það Grænland og þar eru Danir og Danir hafa ekkert bolmagn, hvorki til að verja Grænland né til þess að byggja neina innviði í samanburði Rússa og Kínverja. Þannig ef að Bandaríkin, segjum að Bandaríkin fari í það núna og segja ok, við erum að hugsa til svona 10-20 ára fram í tíman og þá opnast þessi siglingaleiðir og aðiluðið til að aukast. Við ætlum að eyða $1 trilljón í innviði á þessu svæði til að opna fyrir þetta West Passage. Er það, hvernig munu Bandaríkjamenn vilja það? Bandaríkjamenn er mjög skuldugt land, skuldir eru komin fyrir $38 trilljón. Munu þeir sætta sig við það að fjárfesta í Kanada og Grænlandi og Grænlendingar og Kanadamenn eiga þá fjárfestingu að ráða yfir henni? Hvernig á að leysa það? Þannig ég skil alveg, ég er ekki hrifinn af þeirri hugmynd að Bandaríkin taki Grænland með valdi. En þegar þú ert að horfa þetta frá stórveldasamkeppni, að þá eru Bandaríkjamenn ofboðslega hræddir við þetta svæði. Þeir eru langt á eftir, þeir eru mjög hræddir, þetta er bara Norður-Ameríka sem er að ræða. Og þegar að stórveldi er orðin hrædd, við sínum ríkismál, þá skipta alþjóðalög og siðferðisleg málefni nánast engu máli. Nei, og Trump hefur bara talað, Trump hefur hennilega sagt að tæpitungulaust ekki satt. Jú, hann segir bara það, sko, hann er náttúrulega unilateralist, hann grípur til einhliða aðgerða. Hann hatar alþjóðastofnanir. Það er mjög óvinnilegt fyrir Bandaríkin, því að Bandaríkin voru þannig að þau setta á fót alþjóðastofnanirnar, eins og alþjóðabankan, alþjóðageldissjóðurinn og stofnanir NATO, að því þeir skrifuðu reglurnar, þeir réðu öllu. Þess vegna hafa fyrri forsetar alltaf verið hrifnir í alþjóðastofnunum því þeir geta ákveðið reglurnar og reglurnar voru alltaf samdar með huga þeirra með þeirra hagsmuni í huga. Ég meina alþjóðabankin, alþjóðageldissjóðurinn, þeir Bandaríkin skrifuðu bara alltaf, þeir ákvað allt og við fórum á hana fund 45 og við bara réttum með pönd og samþykktum allt þeim gerði því þeir höfðu viðurkennt okkar sjálfstæði og við vildum ekki þetta í gegnum. En allavega það sem ég er að segja það að Trump er unilateralist, hann vill ákveða allt einhliða, hann vill nota styrk Bandaríkjanna, hann nennir ekki að vera að tala við aðra þjóðir, hann bara valtar yfir þjóðir og hann vill vinna með þeim einhliða því ef hann er að vinna með Evrópusambandinu, þá er hann að tala við 27 lönd og þau geta haft ákveðið vægi saman ef þau standa saman. En ef hann er að tala við 1 og 1, þetta er kallað divide and conquer stefna, sko, að brjóta þetta niður og geta samið við veikari lönd og knúið þau til að gera eitthvað sem þau myndi ekki gera saman. Þannig að hann vill vinna einhliða, það er alveg lógist fyrir hann til þess að geta náð eins miklu fram eins og hann vill. Svo er hann algjörlega á móti alþjóðastofnunum að jafnaði eða alþjóðalögum vegna þess að þetta þvælist fyrir honum. Hann vill ákveða bara sjálfur. Hann segir bara ok, það sem mitt siðferði það sem ég held, það ræður, ekki einhver alþjóðalög eða einhver alþjóðastofnunir.
Og svo eins og við vorum að tala á, þá lítur hann á Evrópusambandið sem bara, hann sagði bara beint, þú getur bara að googla það, að Evrópusambandið hafi verið stofnað, European Union was established or born to screw the United States, þess að fara illa með Bandaríkin og fara svína Bandaríkjunum. Hann lítur á þetta sem óvinn. Og hann lítur á NATO, þetta séu sníkjudýr sem þar eru. Og þeir sem hefur leitt þess að löndin eru búin að skuldbinda sig að fara í 5% verkefni landsframleiðslu varnarmála sem við vitum algjörlega að flest löndin geta alls ekki gert. Og ef við myndum gera þetta, þá myndum við þurfa að breyta okkar þjóðfélagi alveg gjörsamlega. Sko, við getum ekki verið með nein velferðarkerfi í neinni líkingu þar sem við erum með í dag. Og finnst fáum það vera of mikið sem hér gert í þeim málum. En ég meina sko, það bara þannig að þegar að menn eru allir hræddir, að þá taka við Grænland, gera Kanada fylki, það náttúrulega brot á alþjóðalögum og það siðferðilega mjög rangt. En þegar öryggismálin eru orðin svona heit, að þá fara aðilar að gera alls konar hluti og jafnvel þó Trump fari frá, þá gæti við séð svona hegðun hjá öðrum forsetum bara vegna þess að einfaldlega að þeir eru að hafa svo mikla áhyggjur að þeir hafa vanrækt þetta svæði, norðurslóðir. Ég meina Bandaríkin þess að veist eru búin 20 ára stríð í Afganistan og við stríði við Írak og Líbíu og svo þetta Úkraínustríð sem búið að taka ofboðslega langa tíma sem að Trump reyndar búin að blása af að eyða nokkuð meira í og svo kemur þetta Íransstríð að þeir hafa vanrækt þetta svæði og eru að vakna upp í vondan draum en auðvitað hefði maður hugsað svo hvernig geta Bandaríkjamenn náð fram sínu þarna á þessu svæði með einhverjum samningum. Maður hefði frekar viljað það og þeir eru með varnarsamningu í Danmörku og Danmörku og Grænlandi hluta þeim pakka. Og en svo það líka annað að lönd halda það að þau geti keypt sér velvild Bandaríkjanna. Til dæmis eins og Danmörk, það dóu fleiri Danir eða leiðtur fólksfjölda í Afganistan heldur en Bandaríkjamenn. Danir hafa verið ofboðslega keypt mikið af bandarískum vopnum og alltaf stutt Bandaríkin ekki bara með peningum, heldur mannfórnum. Þeir hafa fórnað, Danir hafa fallið á vígvellinum í fjarlægum löndum til þess að sýna Bandaríkjunum velvild. Þetta voru þegar 5. grein NATO var virkjuð til að stríða í Afganistan. En hvað fá þeir fyrir þetta? Ekki neitt. Trump ber enga virðingu fyrir forsætisráðherra Danmörku. Og hann ber enga virðingu fyrir forsætisráðherra Noregs, hann segir bara ég fekk ekki Nóbelsverðlaun og það þér að kenna og ég ekkert ykkur að tala. Þannig heimurinn bara orðið. Og þegar ég að heyra það íslenski stjórnmálamenn að fara að tala við Trump, bara síðast á öllu sem ég myndi gera. Þú ert lítill og vilt ekki koma, þú veist að fíla á hann er náttúrulega fíl. Þú vilt ekki koma nálægt honum, þú talar við embættismennina sem að fara í seldi, ég utanríkisráðherra sem sagði farið og talað við vara þjóðaröryggisráðgjafa Bandaríkjanna. Það mjög skynsamlegt. Hún að tala við ekki toppinn en eitthvað sem hefur stöðugt mikil áhrif til að halda sæmilega góðu samskipti, til þess að tryggja það að sé uppbygging og Keflavíkurflugvelli og við séum í sæmilega góðu samstarfi. Það það sem lefil. Við eigum ekki að fara að koma nálægt fílnum og við eigum ekki að koma nálægt því að ergja neina fíla, ef við notum þá líkingu áfram, og við eigum ekki að kaupa vopn sem vopnlaus þjóð til að nota á eitt stórveldi. Við getum aðstoðað ef við höfum engar skuldbindingar að aðstoða Úkraínu til dæmis vegna NATO-aðildar, Úkraína ekki í NATO, hún hefur engan rétt á því að fá neina aðstoð frá okkur út af NATO-aðild okkar. Hins vegar getum við að siðferðilegum ástæðum sem bara vestræn þjóð að mannúðar ástæðum eins og við getum í Bosníu og Hersegóvínu. Við getum alveg aðstoða Úkraínu með ýmsum hætti sem mjög mikilvægt fyrir þá og myndi styrkja þá þeirra hagkerfi og styrkja þá miklu leyti. En við eigum að halda okkur frá öllu sem ergir fýrana í kringum okkur. Og það sem eiga svolítið erfitt með að skilja það og svo bara Evrópusambandið ekki fíll. Evrópusambandið 27 dýr, 27 hausar. Það ekki Rússland eitt land, eitt þjóðríki, Bandaríkin þjóðríki, Kína þjóðríki. En ástæðan fyrir því Evrópusambandið ekki stórveldi í sama skilningi og þessi þrjú það að þetta eru 27 sjálfstæð ríki og þó Evrópusambandið sameinuðu að vissu leyti þá engin, það ekki sameiginleg ríkisfjármál. Það ekki engin sameiginlegur her. Þessi lönd að gera marga hluti saman og það sem það hefur gert það sem merkilega sem það hefur gert sameiginlega markaðurinn, það sé að frjálsflæði þjónustu, vöru, fjármagns og vinnuafls. Það merkilegasta sem Evrópusambandið gerði.
það má deila mjög evruna, hvort að hún hversu góð hún það stöðnun á evrusvæðinu, mun lægri hagvöxtur heldur en hér á landi. Þannig að það má deila það. En ég sé ekki, kannski getur þú sagt mér betur, sko, hvernig ætti það að vera að ef við höllum okkur meira að Evrópusambandinu, fáum við þá undanþágu frá því að vera með hermenn, hvaða lönd myndu koma hingað til að verja okkur ef þau getur ekki varið sér sjálf, og hvers vegna komið þessi lönd ekki þegar við vorum að berjast ekki fyrir líf okkar, heldur efnaðstöðu sjálfstæð okkar. Við vorum komið herskip frá NATO-ríki inn í okkar landhelgi og siglandi á okkar skip, hættulegt, og þetta var, ef þið hefðum ekki náð að við farið til landhelgina, þá hefði Ísland ekki geta haldið sinni efnaðstöðu sjálfstæð. Hvaða Evrópulönd komið hingað til þess að hjálpa okkur? Ég sá ekki neitt. Og hverju hjálpuðu okkur? Það var Henry Kissinger sem var forseti Bandaríkjanna, sem að kom hingað til lands þegar Richard Nixon kom í heimsókn með Pompidou á sínum tíma, þú manstu örugglega eftir því, að þá var forseti Íslands og forsætisráðherra Óli Jóhannsson, Kristján Eldjárn forseti, þeir þjörmuðu að Nixon og að gera eitthvað. Og það endaði með því að þú getur bara fundið á netinu að þegar Henry Kissinger, þá var þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, síðan var hann bæði það og líka utanríkisráðherra, að hann gaf yfirlýsingu það að þetta veri bæði vinaríki Bandaríkjanna og að Bandaríkin myndu gera allt sem þeir geta til þess að miðla málum, til að ljúka þessu máli, sem ég heldur hafi gert, í þeir náttúrulega hafa vogarar gegn Bretlandi. En sko, ég sé, það var ekki Evrópulíki sem komi hingað til að aðstoða okkur í því, og ef að löndin í þeirri stöð að geta ekki varið sér sjálf og þau eru hrædd, þau eru óttast mest að Bandaríkin kom ekki til að verja þau, hvers vegna kæmu þau hingað? En auðvitað, ég skil alveg hugsunum að þú vilt vera hluta af ykkur stærra, hluta af ykkur heild, en við erum, sko, stórveldi, þau hugsa hagsmuni, þau eiga enga vini, það engin vinátta í alþjóðasamskiptum, þetta eru bara hagsmunir. Það sem ég var að segja við þig að hagsmunir Bandaríkjanna á Norður-Atlantshafi eru svo miklir að það er það sem þeir hugsa. Og það er ekki að þeir þykir vænt okkur. Ég er ekki að segja að Bandaríkjunum þykir vænt okkur sem þjóð, en þeir skilja að svæðið sem þeir má eitthvað, og þess vegna lögðu þeirra áherslu á það. Þó að Íslands stjórnvöld hafi sýnt ákveðna tregðu að fara inn í NATO á sinni tíma. Bjarni Benediktsson var að hafa sýnt ákveðna tregðu til þess. Ykkar framlag svæðið sem þeir eru á. Og það hefur ekkert minnkað. Og svo vægi norðurslóða að aukast, og þess vegna verið að byggja innviði og styrkja stöðuna á Íslandi. En ég hef aldrei heyrt talað það. Ég get ekki sagt, og veit ekki hvort hef ég ekki hvort að Bandaríkin vilja kaupa Ísland. Ég meina það hugmyndin að kaupa Ísland eldgömul. Hún frá 1868 eða eitthvað, það sem var verið að hugsa, gera skýrsla Grænland og Ísland, og sem að gerða frumkvæði utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna, hvaða auðlindir væri hvað væri og þá höfðu þeir, ég held að skýrsluhöfundar hafi haft meiri áhuga á Grænlandi á þeim tíma. Þá voru þessar hugmyndir uppi, hvað og hvernig getum við náð tökum. En þetta var gert með NATO-aðild, við erum stofnæðlar af NATO, og svo með þessum varnarsamningi, og svo hefur, ég meina, samstarfi við Bandaríkin gengið svona frekar vel yfirleitt, og já, Trump, hann verður næstu 3 ári forseti, og við vitum ekki hvað tekur við. Það getur alveg verið að einhver svipaður og Joe Biden taki við eftir þann tíma, einhver sem er svona mildari í samskiptum með aðra þjóðir. En ég heyri þetta, utanríkisráðuneytis stjórnvöld telja að okkar öryggi sé betur borgið með því að vera í Evrópusambandinu, en við verðum að athuga það. Við erum búin að vera í varnarsamstarfi við Bandaríkin alveg frá því að seinni heimsstyrjöldin stóð yfir. Og ég hef ekki orðið var við það, og ég sjálfur sem aðstofar utanríkisráðherra frá 95 til 99 þá voru mörg þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli, var í daglegum samskiptum við varnarlið og aðmírálinn. Okkur greindu oft á, en það var einkenndi það samstarf alltaf, að Bandaríkjamenn reyndu alltaf að finna málamiðlanir þegar voru deilur. Þeir reyndu alltaf að finna málamiðlanir. Og það var tiltölulega auðvelt að eiga við það. Við erum að mörguleiti ekkert ólík, ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ár, við erum að mörguleiti ekkert svo ólík Bandaríkjunum, við erum mörguleiti líkari allavega mörgum fylgjum Bandaríkjanna heldur en sumum Evrópuríkjum. En ég sé ekki hvernig þetta á að gerast, en þá kannski þú getur sagt mér það, því að hvernig þessi 27 lönd sem mynda Evrópusambandið eiga að koma okkur til hjálpar ef við verðum, og hver á svo að fara að ráðast á okkur?
Ég hef ekki, hefur Rússland eitthvað tilburði að gera innrásin í Ísland? Ég var voða erfitt með að ímynda mér það. Þeir getur ráðist á Finnland. Þeir getur ráðist á Norðurlöndin hin og Eystrasaltsríkin eru öll í bakgarði Rússlands. Já. Sko, það miklu nær að þau vilja. Vinnan mín að mörguleyti skítadjobb en forréttindi sem fylginni að ég þarf ekki að svara spurningum, heldur frekar að finna réttu spurningarnar en takk fyrir þínar spurningar. En svona rétt í lokin, Hilmar Þór, af því að við þurfum að fara að slíta þessu innan örfára mínútna og þessu tengt, ég ætla bara að enda okkar spjall á áframhaldandi aðeins umræðu Danmörku og svona, þeir gengu nú til kosninga og veikist aðeins staða Mette, beint eða óbeint, þá togaðist nú Grænland og viðbröðu Dana inn í það að einhverju leyti. Söguskilningur fræðinga sem hafa komið hingað að rauða borðinu til mín hefur sumpart verið sá að einmitt samstaða Evrópuþjóðanna og öflugt og skilvirkt viðbragð Evrópulanda leiðtoga hafi leitt til þess að Trump hafi bakkað út úr þessari áætlun að taka Grænland, þannig að þar eru dæmi aðrar skoðanir þar sem þú ert að lýsa að sameinuð Evrópuríki hafi hrundið fyrirhugari árás Bandaríkjanna á Grænland. Ef ég bara bið þig að bregðast við þessu sjónarmiði rétt í blálókin. Já, ég held að það sé alveg rétt að Evrópa saman og þegar koma svona hugmyndir eins og til dæmis varðandi að taka Grænland, að þá eigi Evrópuleiðtogar, Trump ber enga virðingu fyrir veikum aðilum, hann ber virðingu fyrir sterkum aðilum. Þannig að auðvitað þegar koma svona fáránlegar hugmyndir eins og að kaupa Grænland eða taka við Grænland, að þá alveg rétt að það Evrópuríkin þurfa að bregðast við því, en ég meina þarf Evrópusambandið í það, ég meina stóru lönd, Þýskaland, Frakkland, öll þessu lönd bregðast við nei og það eina sem Trump skilur, hann skilur bara aðilega sem bregðast við sterkt og ákveðu og það hafa lykillönd í Evrópusambandinu gert og Evrópu og það held ég hafi verið rétt og þú sér ekki sem með Íran að þá gaf hann 48 klukkutíma frest og þeir bara hlóa því og ætla ekki að semja við hann. En þá sagði hann 5 daga frest og eitthvað svona og veit ekki hvað hann á að gera því hann hefur engin spil á hendi eða allavega hann hefur veikspil á hendi með við þá. Ég alveg sammála því að Evrópa þarf að sýna ákveðna samstöðu og standa saman. Við erum í samráði við Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin formlegu samstarfi alltaf. Við erum með mjög góð samskipti við stóru löndin í Evrópusambandinu, sérstaklega Þýskaland. Þannig að við erum í mjög nánum tengslum við þess aðila og við náttúrulega styðjum ekki að Grænland sé tekið yfir og að Kanada sé sett í fylki. Og það alveg hárrétt hjá þér og þetta alveg rétt það sem þessi aðila sem það að segja. En spurningin svo í heimsstyrjöld myndu þessi lönd koma að verja Ísland. Það önnur spurning og ég ekki viss að svarið við því sé rétt. En ég held að við þurfum að leggja mikla áherslu í góðum samskiptum við Evrópusambandið og við erum það. Og við erum á sameiginlegum markaði. Svo náttúrulega það bara þjóðarinnar að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að halda áfram þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það bara eitthvað sem þjóðin verður bara ákveða þegar það kemur og það eru kostir og gallar við það. Það sem ég hef mestar áhyggjur af við það að umræðin svo þröng, hún snýst kannski vexti eða raunvexti eða eitthvað, hún snýst svo fáa hluti. Það þarf að taka þetta fyrir heildstætt, kosti og galla Evrópusambandsaðildar og að því þú ert nú fjölmiðlamaður og ég held að samstöðun sé að gera mjög góða hluti að taka viðtöl við fjölda fólks að koma mörg sjónarmið á framfæri. Það vantar vandaðar umræðu, það vantar vandaða umræðu en ég hef ekkert á móti því að ríkisstjórnin er meirihlutastjórn ef að hún ákveður að hún vill láta greiða atkvæðum eitthvað þjóðaratkvæði, þá það bara hluti af lýðræðislegu ferli og sjálfsagt að það færi fram og þannig að verður þjóðir sem ákveður hvað verður gert. En ég held að mér finnst umræðan vera svona, ekki alltaf vera málefnileg og sérstaklega með talar evruna að þá eru kostir og gallar og varðandi evruna þá geta hagfræðingar ekki svara því hvort við maður taka upp evruna eða ekki. Það er ekki bara hagfræðileg málefni sem það að koma inn. Það koma ýmis önnur málefni þinn. Til dæmis Eystrasaltsríkin tóku öll upp evruna meðan þau töldu sig vera öruggari að þau væru hluti af Evrópusambandinu og þau væru líka
með evruna, myntbandalag, og þá ef að væri ráðast á myntbandalagi þá væri sko Þýskaland og Frakkland að bregðast við, þau til þessu öruggari, en þau náttúrulega er á allt öðrum stað á landakortinu heldur en við, sem erum frekar í skjóli heldur en hitt í þessari fjarlægð sem við erum. Einmitt. Það verður að vera að loka orðin hjá okkur. Kæri þakkir fyrir þetta góða spjall. Hilmar Þór Hilmarsson, fagnaðarefni að fá þig hér aftur að rauðaborðinu og við munum reyna að leita samstarfs við þig áfram eftir páska. Kæri þakkir í dag. Takk fyrir kærlega, takk. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.